en við ætlum að snúa okkur að handboltanum. Þar að hefjast nýtt keppnistímabil og Selfyssingar unnu sér þátttökurétt í úrvalsdeild á liðnu vori og ætluðu að hefja leik núna bara fljótlega í deild þeirra bestu, en þá allt í einu komið babb í bátinn. HSÍ hefur gert úttekt á íþróttahúsi Vallaskóla þar sem Selfyssingar hafa leikið í lengur en elstu menn muna sína heimaleiki. Nú má þetta ekki lengur. Við erum búin að fá samband við hann Einar Þorvarðarsson, hann framkvæmdastjóri HSÍ og fyrir markmaður mér segir á Selfossi og léki þessu húsi í mörg ár. Einar, hvað í gangi? Blessaður. Já, sæll og blessaður. Það nú þannig, máli lítur nú þannig út að við höfum í gegnum árin verið að fá skýrslur aðbúnaðinn á Selfoss og í gamla Vallaskólahúsi. Já. Og fyrir nokkrum árum síðan var skipt golf og leikvöllurinn var settur í fulla breidd. Já. Og í 2040. Þannig var hann ekki áður og það gerði það verkum að öryggissvæði í kringum völlinn minnkaði og húsið í raun og veru barn síns tíma og miðað við það sem að gerðar eru kröfur í dag í kringum handboltahús. Já. Þá vantar þennan, við erum svona að reyna að gera þetta með svona meter öryggisvæði sikur megin við og það bara gengur ekki upp í þessu húsi og við í samráði við Selfoss kíktum og fórum yfir íþróttahúsin á Selfossi í júní. Já. Við vorum þarna 14. júní til frá HSÍ og Róbert Tek Íslandsson sem mótsöri og tókum þarna þetta skoðum Vallaskólahúsið sem ég þekkti þetta vel. Já. En og síðan Írðu sem nýlegt íþróttahús fjölbrautaskólahúsið. Já. Og þegar við vorum búin að fara þarna yfir þetta þá kemur þessi niðurstaða ljós með með gamla húsið, en Íðan nú miklum betra hús í raun og veru og svona nútímalega hús. Þar og í raun og veru höfum við og lögðum til strax þann dag sem við vorum þarna við fulltrúa handlandsdeildar Selfoss eða félagsins og íþróttafulltrúa bæjarins að hvort það við getum skoðað möguleika að færa leikina þarna yfir. Skýrsla kom til þeirra síðan einhverju viku seinna. Já. Og mér skilst að hún hafi nú ekki komið fyrir bæjarbatteríi fyrir henni síðustu viku. Nei, einmitt. Og við höfum í raun og veru ekki fengið nein svör. Ég hef reynda fekk símtal í morgun frá íþróttafulltrúanum. Já. Eða frá þeim aðilum sem koma að ungmennafélaginu og talaði við einmitt formann handlandsdeildarinnar. Og við erum auðvitað bara að reyna að finna einhverja lausnir á málum. En eru þær til, nú skilst mér að fjölbrautaskólinn vilja ekki fá harpiks inn í sitt íþróttahús og það vita allir að allavega eitt ári viðbót verður notað harpiks í handboltanum, en svo kannski breytist það, eða hvað? Já, sko, í raun og veru það er nú þetta svona verið að vinna í slíkum málum að búa til nýjan handbolta sem þurfi ekki harpiks. Já. Og hanna nýjan bolta, ég veit nú ekkert hvernig þeim mun takast til með það, en við vitum það líka, það eru mörg íþróttahús sem spilaðar handbolti og þau eru bara þrifin. Já. Og það er alveg hægt að þrífa íþróttahúsinu og það er nú svolítið slæmt að sem sagt þegar að þetta ágæta hús þarna að það sé ekki hægt að spila úrvalsdeildarleiki eins og það er bæði kalla hvernig annað í þessu tilfelli í þessu nýja húsi. Nú nefnir þú einmitt kalla og hvenna. Nú hafa stelpurnar okkar einmitt spila sína úrvalsdeildarleiki í Vallaskóla og kallarnir líka. Og kallarnir líka, sko. Já. Er þetta í fyrsta sinn sem að HSÍ að gera úttekt á húsnæðinu á Selfossi? Já, við höfum ekki gert það í mörg ár. Ekki síðan að ég kom að þessu og ég raun og veru verður að segja það bara að aðstæðan þarna, hún auðvitað, við bara sko getum bara talað bara svipum mál. Íþróttahúsið á Varmá, Mosfellsbæ. Já. Það er eins hús úr þarna. Já. Það er löngu hægt að nota það í úrvalsdeildum. Til íþróttahús í Garðabæ sem enda styttra. Það mörg ár, einhver 20 ára síðan að það var hægt að nota það. Já.
Þannig að þessi hús eru í raun og veru úreld fyrir eftir. Þarna slysahætta, það fyrst og fremst það sem þið eru að horfa í eða er þetta RÚV sem er að pressa á ykkur að þeir vilji betri aðstöðu? Þetta kemur ekkert frá RÚV, þetta sem er að sko umgjörð eða í kringum íþróttina, handbolta íþróttina hefur aukist, er alltaf aukast kröfur. Við erum á undan þá með Laugardalsvöll, til dæmis í landsleikjum, bara segja það í alþjóðlegum keppnum. Já. Og í raun og veru þetta öryggisvæði kringu leikina er alltaf að aukast og þetta er bara í raun og veru, eins og maður segir, barnsins tíma þetta hús. Einmitt. Leggið þið til þá að Selfossliði finni sér ef þeir fá ekki að fara inn í fjölbrautaskólahúsið að þeir reyna að halda spila sinna leiki í Reykjavík kannski því að það er ekki önnur hús að venda hér fyrir austan. Ég get nú alveg sagt það, ef ég væri nú þjálfari Selfoss eða væri einhver stjórnandi Hagnarsdeild Selfossar eða hjá Selfoss, þá myndi ég nú reyna allt til þess að gera til þess að reyna að spila leikina á Selfossi og eins og mér líst afskaplega vel á þetta hús. Það sé hægt allavega meðan hittir í laga, mér skilst að fólk er að velta fyrir sér að breyta vallaskólahúsinu, taka stúkuna út af. Það kostar einhverja 10 milljónur sem ekki eru til. Já. Það vitum við alveg hér á Selfossi sko. Bæri ná ekki þessa peninga. Nei, en það er eins og ég segi, það er aðstæða til þess að spila í úrvalsdeildarleiki. Já. Það er mögulegt og ég held að fólk þurfi bara aðeins að velta því fyrir sér og þessi aðstæða á Selfossi, hún hefur svo sem í handboltanum, hún hefur ekki breyst mikið. Nei. Á síðastlinnum 40-50 árum. Einmitt, ég veit að þér hafa handboltamenn verið að reyna að komast inn í húsið undanfarin ára en fengið þvert, nei. En eins og ég segi, við erum auðvitað að reyna að vinna þetta með bænum og Hagnarsdeildinni og við þurfum svona, ég reikna með að ég fá einhvern fund þarna fyrir austan áður en að helgin kemur og við reynum að fara yfir einhverja aðgerða áætlanir í þessu. Er það ekki? Ef að bæjar yfirvöld lofa öllu fögru og reyna að fara í þetta þá getið þið kannski hugsanlega svona hortið í gegnum fingur ykkur í einhver tíma? Já, það er allavega allt sem við reynum að gera er til þess að reyna að leysa hlutina. Já, nákvæmlega. Við vonum að það gangi. Einar Þorvarðarsson, bestu þakkir fyrir þetta spjall. Takk sömuleiðis. Gangi ykkur vel í handboltanum. Takk. Blessaður.